Það Pingjan sem að hefja göngu sína þannig föstudags morgun 24. maí. Já. Og nú ég ekki frá því að sumari sé byrja að banka dyrnar. Og dálítið kalt samt. Það kalt. Það nýstingur. Það kalt. Nei, ég veit ekki. Þetta ekki þannig hlaðvarp. Bara glemdu þessu veðurbulli. Þótt þú vitur örugglega jafn mikið og aðri veðurfræðingar í þínum spám, sko. Já. Og þá bara, þetta ekki þannig hlaðvarp. Nei, þetta ekki þannig hlaðvarp. Það er á rétt hjá þér. En við erum mættir hérna Add og Iddi sem fyrr ylvolgir á leiðin á Jómfrúna. Já. Sumardjassinn, hann fer að taka við sig núna. Bara pöttufullurinn í helgina. Það það sem við viljum. Já. Og sko, ég get nú sagt þið það að maður fer nú bara að telja niður dagana því að næsti sumardjass, eða fyrsti sumardjassin er hérna bara 1. júní. Laugardaginn 1. júní, kvartett Kára Egils. Og það er nú bara einn okkar bjartasta von. Kári Egils? Er þetta ekki svona Egils, hérna? Helga? Egils Helga. Já. Það er topp náungi, sko. Er hann að spila kvartett? Já, sko, kvartett, hérna... Hvað er kvartett? Þetta er blanda jazzi, poppi, píanuleik og söng. Þetta er, já. Og þarna með honum er Jóel Pálsson á saxofón, Nico Moroa, kontrabassa og Mattias Hemstokk. Og þetta er hvenær? 1. júní. 1. júní. Þið sjáu það á Jómfrúnni. Farið að bóka. Allt að fara að gerast. Laugadagur, þetta er frábær tími til að taka tengt út, komin inn í vorið, inn í sumarið. Já, ekki spurning. Það er aldrei að vita nema að ég mæti með mína. Já. Og þá verður að sjálfsögðu 2 Carlsberg. Ég kippi með 2 Carlsberg að barnum. Já. Ekki 1. En þú voru að passa upp á hana, eða er einhver árbæðingar sem sjá hana, þegar menn verða alveg trillt. Já. Og maður nú aldrei íslensku kennara minn, en ég maður sögurnar. Við skulum hérna... Hún á skili Carlsberg, sant? Já, ganga hægt gleðina dyr á Jómfrúnni. Já. En muna alltaf 2 Carlsberg. Já, það er nýtt. Já. Ég var að tala við alveg bara söðspiltan auðmann. Nú? Sem að hérna... Drekkur sér alveg hellaðan í hátteginu, flesta fösta, stundum 5. Þetta er miðlari. Já, kemur ekki óvart. Og hann sagði að nýjasta er sko til að réttlæta að ég geti fengið með Carlsberg í leigubílnum á leiðinni heim. Þá tek ég alltaf 1 fyrir leigubílstjóran. Já, ok. Þannig að þú veist. Já. En það er náttúrulega ólöglegt. Já, en þú veist bara til að fyrir hann til að eiga eftir vakt. Já, bara sætlunir, þú drekkur þennan á eftir, hugsa til mín og ég södra þennan á leiðinni heim. Já. Þetta er náttúrulega bara 0%. Þetta er til að ná mönnum niður. Við viljum benda á það er ólöglegt að keyra og drekka. Já, ekki. Þetta vitum við. Þess að þetta gefa honum 0%. Já, það er líka svona rokkarastig á leigubílstjóra sem eru með 0%. Það er sjálfsögðu, Carlsberg 0,0%, þakka Jómfrúnni og Carlsberg fyrir, en ég vil líka þakka Teija fyrir. Já. Bara sína tilveru. Já. Þar getur þú farin á teija.is og þeir tala um að einfalda málið með greiðslulausnum Teija. Já. Og það er í hjartanlega sammála. Já, bara geðveikt. Og það er engin... Ég var að taka þetta þakklætt á næsta level. Já, sko, þú veist, það sem ég er þakklættur fyrir að þetta er ekkert svona milljón verðflokkar. Þetta er bara eitt fast gjald. Eitt fast gjald. Sama hvort það sé hérna... debit eða kredit eða hvernig sem það er, sko. Það er bara, þú veist þetta fyrirfram, frábært upp á áhættustýringu. Það er líka þjónustan, hún skiptir máli. Já, hún gerir það. Þú veist ekki hvernig það er að vera í stressi ef eitthvað klikkar. Nei. Og senda og þú ert komin í þjónustu verið Las Vegas út af því að það var einhver snillíkur sem ætlaði að spara sér einhverja krónur. Hjá Teija þá er þetta bara Íslendingarnir. Og þau getur svarað á íslensku og ensku. Það er netfang, sími og spjall. Allur fjandinn. Þið þekkið þetta. Allur fjandinn. Heyrðu, er það næsti þakklætispóstur? Já, hvað með það? Ekki payday, heldur nokkri félagar mínir í 8. bekk í Smáraskóla. Já. Þeir vildu senda þér takk. Nú? Það hefur aldrei verið jafn mikið að gera þeim á samfés eftir að þú hættir að mæta. Þeir sögðu loksins er þetta orðið sleikfés fyrir okkur hinn. Eftir að einokkurna seggurinn hérna komin á fast. Herðu, ok. Ég var að hanga með þeim undir. Guð minn almáttur. Herru, ok, þetta búið. Ég held að það er alltaf að þakka mig fyrir hérna að láta að vita af pikk. Nei, þeir sögðu bara takk fyrir að mæta ekki, sko. Við þakkum bara fyrir að þessi hættir að mæta. Takk fyrir það. Meira fyrir hinna. Já, verðið maður góðu. Já. Einmitt. Nei, ég ætlaði bara að þakka Björns að payday. Já, takk honum fyrir einfaldari leið til að færa bókald. Já, algjörlega. Og þetta, já, það er náttúrulega
margvitað að hérna Payday að einfalda, þetta er skilvirkara, það verður allt skilvirkara með Payday, meiri tími, einfalda ferla, það eru samþættingar og það eru allir fjandinn. Já, þú getur valið mismunandi pakka auðvitað hjá Payday og efsti pakkin hreinlega gerir þér allar leiðir færar, myndi ég segja. Sammála því. Þannig að það er ekki seinna vænna en að fara að kíkja á Payday akkurat núna og maður fær reglulega áminningu á það, bara takk Arnar fyrir að hafa bent mér á Payday. Já, það er mjög algengt. Og fólk er mjög þakklátt fyrir það. Verður við ekki að fara að minna á okkar ánægðan. Ég ætla að fara að pinna það í Deep Into Pingjan, Facebook-hófnum okkar. Já, á kóðan okkar maður. Já, þannig að þeir sem er að byrja að hlusta núna, að hérna þið getur farið í Deep Into Pingjan Facebook-hópin og fengið afsláttkóða hjá okkur. Já. Var það ekki 30%? Já, þið sjáu það. Jú, gott ef ekki 30%. Skrifið Deep Into Pingjan. Já, brilljant svona affiliate system hjá þeim. Já. Það kom Payday fyrir, nú, sko, vikan, Yngvi, það er svona, já, ég með alveg slatta af fréttum þetta og eiginlega bara það mikið að ég var búin að ákveða að ég ætla að taka fyrir Japan. Já. Í hérna svona, fara yfir hagkerfi heimsins, sko. Akkur gerðu það ekki? Ég verð að gera það næst. Ég verð að gera það næst. Ég lofa því. Ég held þetta sé komið efst núna, pinned. Já, en hérna, flott. En það var bara svo mikið á svona áhugaverðum fréttum hérna. Þú veist, það er hiti á markaðnum og sko, það er eiginlega allt til alls. Við getum orðað þannig. Já, en annað, bara til að setja þið stellingar. K-pop, þú verður eiginlega að fara að hugsa. Við ætlum að hlusta á, það verður spáð K-pop. Er það ekki svona suðurkórist? Það er suðurkórist, rétt. K, það stendur væntanlega þá fyrir Korean bara. Já, South Korean, popular music. Ert þú með umfjöllunum það? Ég er með umfjöllunum K-pop. Þetta er nefnilega bara Austurlanda blætið heldur áfram. Þannig að hérna, en já, sko, það er nú margt í fréttum, en ég tók nú eftir í gær bara svona aðeins að koma inn á það, því að þetta er mér hjartans mál, en Unsolid Clouds fóru niður í 1,2 fórstóð langt. Það? Þarna gefst þú. Kallaðu þið Unsolid Clouds? Gerði ég það? Já. Nú, Solid Clouds meina ég. Já, saka þetta. Fóru niður í 1,25 núna miðvikudaginn. Tók eftir því og þetta er sveimið þá farið að sveiflast bara svona eins og á góðum degi hjá SS. Hérna, þetta er heldur í lágpunktur frá þau fóru á First North, 90% virðir sér írnun á hérna hlut þeirra sem fjárfestu í útboðinu. Já. Og sko segðu þetta eins og enn, er þetta 90%? Já, 90% írnun, þau fóru á markað á 12,5 gott ef ekki, en gengið fóru niður í 1,25 á miðvikudaginn, en enga síður þá var dagsloka gengið 2,4. Og ég held að þetta sé þeirra lægsta punktur. Er þetta reikna þá hlutafjáraukninguna inni líka? Nei, en þú veist, nú er ég bara að tala í rauninni sko þeir sem kaupa á 12,5. Já. Því að það hefur ekkert verið neitt stokksplitt eða neitt þannig, skilur. Nei, en það var náttúrulega hlutafjáraukninga ekki? Jú. En það er ekkert búið að vera neitt stokksplitt, þú veist. Ef ég keypti fyrir 100.000 þá átti ég 10.000, þú veist. Já. Þarna á miðvikudaginn, en eins og ég segi, dagsloka gengi var 2,4, þannig að þú veist, það voru einhverjir þarna sem að svípuðu sér inn í 1,25 og tvöföldu þá fjárfestingu ef þeir seldu þarna. Það voru nú 5 viðskipti eitthvað, ég ætla ekki að fara að krifja þetta nánar, en mér fannst bara svona, já, bara það er með ljúft og skilta bara að halda fjárfestum svona, hvað sem er, upplýstum. Já. Því að margir eru bara hreinlega að byrja að hættir að spá í þessu, sko. Já. En eins og ég segi, ég hef bullandi trú, ég hef trú, ég vil meina að þau verði væral á TikTok á árinu, það er eina af þínu spám, völvu spáin mín, sko. Rétt. Þannig að ég býð bara eftir góðum fréttum úr þeirra röðum, en það var nú talsveit fleiri fréttir hérna í vikunni og mér ber skylda til að byrja hérna á einhverju sem ég hef ekki séð áður á Íslandi. Já. Og það er sem sagt, það var náttúrulega hlutabréfa útboð Íslandshótela, því lauk á miðvikudaginn og hérna svo rétt rúmlega þarna 11 kvöldið. Eru við með hérna, ég ætla nú ekki til þetta, eru við með þennan? Nei, við ætlum ekki að hægja þessu. Nei. Ætlum ekki að klappa þarna, Þetta var leiðilegt að lesa. Þetta var leiðilegt að lesa, en eins og ég sagði, útboðin lauk á miðvikudaginn og
Miðvikudag, já, klukkan 4. Já, klukkan 4, svo bara þarna 11 kvöldi var komin bara tilkynning Íslandshótel falla frá útboði og við höfum auðvitað séð Reykjavíkur útboð falla frá Reykjavíkurborg falla frá skuldabrjáútboði. Já. Alveg vilt og galið og Þú ætlar að líka þessu tönnu saman? Nei, en ég bara held ég hef aldrei séð þetta áður gerast, þú veist, í sérstaklega frumútboð á hlutafé. Já. Og ég nú fylgst ágætlega með hlutabréfamarkaði svona frá því ég var 20, sko. Ég held alveg örugglega að þetta hafi bara ekki gerst og ég get ekki fullyrt að þetta hafi ekki gerst fyrir hrun eða eitthvað, sko, en Já, það var náttúrulega alltaf þarna með Nóa voru að hóta þessu, svo Arctic Adventures voru að hóta. Já. Þú veist, en það var aldrei komið í þennan fasa. Nei. Þannig að ég held sér rétt hjá þér að Ég bara vissi ekki eins og þetta væri hægt, sko, eða þú veist, það er væntanlega eitthvað ákvæði ef það næri ekki að fylla bókina þá hafið þeir getið nýtt sem það rétt að falla frá þessu, sko. Já. En þú veist, það hefur aldrei það hefur ekkert komið til þessa bara svo ég við til. En það er eitt líka örugglega ég þekki það bara ekki, en Íslandsbanki hlýtur að taka sitt kött. Já, ég er að segja, það sem ég ætla að segja, þetta er auðvitað stórfellt bara, eða þú veist, þetta er bara sokkin kostnaður. Já, þetta er bara þeir eru bara, við erum hætti við en við borgum ykkur samt að við skuldum ykkur. Já, en maður velti því samt fyrir sér hver þóknunin, þú veist, þetta er væntanlega þóknun af seldu hlutafé sem fer, en það er væntanlega einhver föst gjöld fyrir verðmat og þú veist, og kynningargerð og annað, sko. Þekki það ekki, þannig að við tölum án mikill að þekkinga núna, en ég man Engisbrettan. Ég held, já, það er stór Engisbretta þetta. Mér minnir og ég held að ég hafi einhvern tímann heyrt að Síldarvinnslan slapp mjög vel með Landsbankanum og því að það var í kringum 250 milljónir. Já, 250, já, en það sem að þeir greittu Landsbankanum fyrir bara allt. En það er væntanlega þóknun líka af seldum hlutum, sem dettur inn í það. Já, það ekki, þannig að það er bara Við erum ekki miðlarar, blessunulega. Þetta á svona fyrsta sem ég hugsaði örugglega þetta er svona þú veist, þetta verður salt í sárin, við erum hætti við erum ekki selda, sendið okkur bara reikningin, sendið hann bara með 1. júní eða eitthvað, nema að það sé búið að borga fyrir allt, eða eins og þú segir þetta sé kannski bara hluti af sölu, þannig að ISP fær ekki neitt. En enga síður þetta eru einhverja 20 milljóna held ég sem að er bara að fara í kostnað við þetta og ekkert varð úr, þannig að þetta er leiðilegt. Já, gárungar tala að þetta hafi verið yfirverðlagt, náttúrulega, og maður velti þá fyrir sér svona hvað Jakobsson var að tyggja þarna með verðmat upp á 72 krónur. Hann var að tyggja tökutóbak. En það var náttúrulega skoðun einhverja að þetta væri undirverðlagt og svo þegar fannst mér eins og þegar fóru að líða á vikuna fórum maður að heyra raddi þess efnis að þetta væri yfirverðlagt, sko. Þannig að það fer tvennum sögum þetta. Já. En eins og ég segi þá eru seljendur Íslandshótel að bara falla frá útboðinu sem þýðir að allar áskriftir munu falla niður. Sko í tilkynningunum kemur fram að vel á 3.000 aðila hafi tekið þátt í útboðinu og skráð sér fyrir hlutum að verðmæti ríflega 8 milljarða króna og það er því miður ekki nóg því að þau voru að leita eftir 13 milljörðum. Þannig að þetta náði ekki nema upp í þetta eru tæp 62% af settu marki og sko það hefur nú tíðkast í útboðum hér á landi undanfarin missir að sko mókfylla þessa tilboðsbækur. Oftar en ekki hefur verið bara margföld eftirspurn náttúrulega eftir þessu eins og við þekkjum og það er nú ekki langt síðan að Ísfélagið bauð út hluta sem að eftirspurnin var fjórföld. Já, og það voru sko 14 milljarðar held ég. Já, nei, 16 milljarðar og 18 eða eitthvað og þeir seldu fyrir 56. Nei, 16. Já, útboðið var 16 milljarðar. Já, og eftirspurn eftir 56. Það var mitt eitt sem ég heyrði með þetta var sko, þetta væri svo lítill hluti, þetta myndi alltaf klárast. En svo mögulega er þetta bara það lítið að einhverju líbanenningin sem snert á þessu. En þetta er náttúrulega sko 42% eignarhlutur held ég sem að Íslandshótel var að bjóða út sko. Sem er dálítið mikið sko. Já, ég veit ekki hvað veldur. Já, en það mér finnst áhugavert að kemur þetta fram í tilkynningu að markaðsaðstæður hafi verið erfiðar síðustu misseri og það er ljóst að aðstæður hafa ekki orðið auðveldari. Þú veist, punktur hjá honum. Efnahagsumhverfið er erfitt, markaðið þungir og vaxtastig hátt. Og svo segir hann, en okkur þótti samt rétt í ljósi mikils áhuga á félaginu að athuga með skráningu á þessum tímapunkti. Þetta var svona Þetta er svona markaðskönnun. Já, helviti dýr markaðskönnun. Þetta er svona eins og þeir gera með útboðin hjá ríkinu. Það er markaðskönnun. Já, sko. En niðurstaðan er hins vegar svo að hluthafastjórn hafa tekið þá ákvörðun að falla frá útboð og skráningu. Já, leiðilegt. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig úr þessu spilast. Ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega ekki besta tímasetningin. Ég held að allir geti verið sammála það til að vera í útboði, sko. Ég veit ekki. En þú veist, auðvitað fer þetta líka bara eftir verði ef að þeir hefðu
ákveðið að prísa sig aðeins niðar, gefa meiri afslátt, þú veist, þá veit maður aldrei. Já, maður ekki nógu djúpur í þessu. Það myndast alltaf ótrúlega hæp í kringum það ef einhver talar að hér sé verið að veita afslátt, sko. Þú veist, þó það sé ekki nema bara eitthvað smottir í, sko. Já, akkurat. Á einhvern veginn sjá sér allir gott í glóðurinnar en það var ekki hér. Heyrðu, ætlaðu ekki að tala bífið? Nennir að taka fyrir bífið næst? Já, ég er með... Ertu með bífið? Ég er með bífið, sko, þetta er svakalegt. Það er komin alvöru hiti í, sko, veitingahúsa bókanabransan, eins og vísir orðaði það snirtilega. Já. Veitingahúsa bókanabransan. Já. Og það hefur eflaust ekki farið fram hjá mörgum að Eitt hérna ára og byrjar, ég fletti þessu nefnilega upp í fyrirtækjatengsli á Kreditinfo. Já. Teygja. Já. Á í báðum fjölum. Já, það er rétt. Ég var bara sniðut, ég var bara svona að spá, hverjir eiga þessi fyrirtæki? Já. Fyrir fyrirtækjatengsli á Kreditinfo. Já, Teygja bara hérna lífaðin í þessu öllu saman. Já, ándjóks. Smyr vélarnar. Það er svo mikið hags að, sko, því að þetta eru upplýsingar sem þú myndir sko bara komast að þú myndir skoða, þú veist, ársreikning og eignahald á sitt konum ársreikningum fyrir algjöru tilviljun. Akkurat. En nú ferðu bara inn á Kreditinfo, skráði í KYC og þarf þess náttúrulega ekkert einu sinni til að sjá svona tengsl, sko. Ætlaði að segja að vera að hóa í Arnarsvein núna, að mæta með tequilaflösku og bara svona aðeins að sjatla máli. Já, ég veit það ekki. Ok, spólum tilbaka, farði yfir. Við þökkum að sjálfsögðu Kreditinfo, samt kærlega fyrir samstarfi. Já, ég meina, kíkja á þetta, fyrirtækjatengslin. Já, þetta er algjör snild fyrir svona rannsókna braskara. Já. En heyrði, já, það sem ég ætla að segja, sko, Já, ég tegna bara eftir því að rannsóknar blaðamennir sem fjölluðum í vikunni, þau voru ekki með þetta. En allir rannsóknar braskarar, þeir voru ekki lengi að finna út þessu. Þeir eru í Kreditinfo, ekki spurning. En eins og ég sagði... Getur ekki sett á eitthvað dramatískt lagmaður? Nei. Við hefðum átt að leiklega þetta. Við hefðum átt að gera leiklega. Kannski eins og mordkastið eða eitthvað þannig. Nei, ég skal ekki segja. Ok, sorry. En eins og ég sagði áðan, það hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum eða allavega ekki mörgum að fyrirtæki núna sem nýlega saminaði Sales Cloud hefur bætt við nýjum anga í starfsemina. Það er að segja að þetta borðabókunarkerfi á matsölu og veitingastöðum. Já. Kom bara fram í vikunni og með ákveðinni svona yfirlýsingu frá framkvæmdastjóra og við þekkjum náttúrulega þetta af Dine Out sem hefur dálítið svona dóminerað markaðinn hingað til. En þessi tilkynning frá núna fór aldeilis ekki vel ofan í hana Ingutinnu eiganda og framkvæmdastjóra Dine Out. Ég var líka að hugsa, hún ætlaði að koma til okkar í svona marsk. Skuldar okkur viðtal. Já, var hún ekki búin að samþykkja það? Hún var einhvers staðar erlendis. Ég þurf bara að hafa upp á henni. Já, en sko í þessari tilkynningu frá núna segir að fyrirtæki eins og Dine Out, þú veist, Dine Out, það var talað Dine Out og Booking og eitthvað þarna í þessu. Já. En í þessari tilkynningu segir að fyrirtæki eins og Dine Out geti freistast til að blóðmjólka veitingastæði og að ný lausn núna geti lækka kostnað veitingahúsa við borðabókun alltaf 90%. Þetta er bold statement. Já, en eitt sem að mér finnst vant í þetta er að hvar er lausnin? Já, þú getur þetta er hvar er samkeppnin við borðabókunar? Já, þetta er basically að mér sýndist að þú getur skráði núna eða bara svona sendt Já, fyrirtækin getur byrjað að gerast með Síman Pay núna, þú veist, þú getur sendt boðum kód á lista, svo fyrir þetta live setna. Það er rétt, já. Því að Sales Cloud fyrir mörgum árum, fyrir 2-3 árum, þau voru með eigin keppinaut við Dine Out. Já, það hefur verið reynt og að sögn Ingutinnu meðal annars hafið þeir reynt það í gennum yes.is. Já, yes.is, já, hún segir hún nefndi það. Er það þá bara búið? En sko, nei, en hún náttúrulega svarar þessu með pistli. Já. Og segir þar að hún geti iðulega setið á sér, en nú er henni gjörsamlega ofboðið. Hún spyr sig einnig hérna í þessum pistli hvers konar viðskiptasiðferði sé við líði hjá núna. Já. Og hún er harðorð, hún er ómyrk í máli eins og við myndum segja, en sko, það virðist vera einhvers konar ágreiningsmál þarna, því að núna fullir þeir að Dine Out taki bókunargjöld fyrir sína þjónustu. En Ingatína segir það alrangt, heldur því fram að það sé fast mánaðagjald fyrir 9.900 krónur á mánuði án allra bókunargjalda. Ég náttúrulega þekki, þú ert líklegri til að þekki þetta heldur en ég. En er þetta ekki þannig að þú skráið inn á markaðstorkið hjá Dine Out og þá ertu farin að greiða svona gjöld?
Ég þekki ekki. Nei, ég ætla ekki að full yrða það, en ég held þú greiði nú eitthvað auka fyrir það. En sko yes.is ennþá up and running. Já, fólk vill bóka borð. Já, en sko það bara eitt vandamál. Það bara Fish House í Hafnargötu í Grindavík sem hægt að bóka hjá. Já, í Grindavík. Það eitthvað að halda þessu við. En sko, nú ætla ég að lesa þess upp úr pistlinum hjá henni. Það alveg sauð á henni. Þessi staðreynd velgengni Dynout fyrir augljóslega fyrir brjóstið á Sales Cloud núna, sem hafa ítrekka reynd að búa til hliðstæðan hugbúnað án árangurs. Eins hafa þeir reynd að opna markastorg fyrir veitingagerðan fyrir 2 árum, yes.is, án teljandi árangurs. Ég geti fjölyrt það leiðir sem notaðar voru á þeim tíma til að ná framgöngu en kýsa tjá mig ekki það svo stöttu. Það eru leiðir sem ég myndi aldrei vilja vera þekkt fyrir að nota. Þannig að hér hún komin í hart og sko, svo talar hún að núna sé að dulbúa danskt borðabókunarkerfi án viðburðakerfis, án tenginga við ferðamenn og landsmenn, án markastorgs, án möguleika á að nota eigin kerfi fyrir allan rekstur og fleira, sem hefur þrisvar reyndan á fótfestu hérlendi sem sitt nýja bókunarkerfi og rukkar fyrir það 24.900 á mánuði. Þannig að sko, hún segir svo núna býður upp á vöru sem inniheldur mun færri möguleika á mun hærra verði en Dynout. Það er 9.900 krónur Dynout samanborið við 24.990 hjá núna. Og þetta sko, auðvitað erum við ekki komnir hingað til að segja hvað er rétt eða rangt í þessu. Ég er bara að lesa beint upp úr fréttinni hérna. Vissulega fagna ég samkeppni. Ég held að það sé öllum hollt að vera ekki í einhverjum skonar einokunarstöðu til eilíðar. Ég held að við farið yfir það, bæði Sales Cloud þættinum okkar og Dynout þættinum okkar sem voru ásetninga þættir. Mælum með að hlusta, eða úrstu að byrja að hlusta. Við náttúrulega tókum aldrei að það hefur enginn grætt jafn mikið á þessari samkeppni og íslenski veitingamenn. Sem sagt, hvað við erum með svona ekki flamboyant, heldur svona meira vibrant, þú veist, þetta er einu unreal að það séu 2 svona framalega í heiminum hugbúnaða fyrirtæki á svona litlu markaði. Þau eru náttúrulega með svona mismundi sérhæfingu. Við tölum að Dynout er kannski meira, þú veist, bókanasystem á meðan að Sales Cloud var svona sterkara kannski í greiðslu kerfi og meira í fast food til að byrja með, það ekki? En eins og maður sagði, your margin is my opportunity og núna sér eitthvað, þau sjá eitthvað. En sko, ég væri til í að fá ég náttúrulega þekki ekki inn á, ég hef ekki veitingastæða hvernig það er. Viltu að ég þýði þetta fyrir hlustendur? Þín framlegð er mitt tækifæri. Já, þú sér það. Þið heyrið það, kæru hlustendur. En sko, ég hefði náttúrulega kannski átt að afla með smá vitneski þetta, en bara svona eiginlega þú ekki að vera kastaninu fram, en ég væri til í að sjá bara svona aðeins betri skýringu á þessu. Af hverju núna segir þetta, en Inga Tinna segir að þetta sé rangt. Maður hefði haldið að menn var ekki að kasta svona fram einhverju sem að væri rangt sko. Nei, svo reyndar ég held ég hann Kjartan sem ég er að fylgja á Twitter. Hann er forsvarsmaður eða er hann ekki stofnandi? Já, hann er stofnandi, hann og Jón Hilmar hann bylti líka sko hvernig tilkynningi kom frá þeim og svo hvernig henni var slegið upp í fjölmjölum. Þannig að maður svona gruna líka ef þau var að gera þetta aftur núna þá hefðu þau kannski tekið blóðmjólka út. Það er svona orðið sem að en þeir eru mjög öflugur, þetta eru gamlir kollegar úr Vestló ánægðir með þeirra störf, þeir hafa gert alveg lígilega góða hluti. Þetta er gott fyrir markaðinn. Ég meina, ég held með þeim en þú heldur meira með Dynout. Ég held líka með Dynout, ég er bara að fagna samkeppninni fyrst og fremst sko. Ég er ekki að segja taka einhverja hlið í þessu en þetta er svona áhugavert að sjá þeirra svona fer í eitthvað svona pislastríð sko. Hvað getur verið mikið misvísandi upplýsingum sko. Ég held að standa á töflu hjá þeim þín framlegð er okkar tækifæri. Við þurfum vel að fá eitthvað svona málverk þín framlegð er mitt tækifæri. Þetta er slagorð fyrir nýju vörun okkar. Ég held að þín framlegð er okkar tækifæri. Ég ætla að skrifa þetta niður Grunar af völinu síðan taka þetta niður líka. Heyrðu, léttari nætur. Viltu fara í umfjöllunni? Herðu, á ég að taka hérna Var þetta ekki bara fínt hjá mér? Var það eitthvað sem þú vilt bæta við í þessu hittamáli? Nei, ekki í þessu hittamáli nema bara, það er ekki öll kurl komið til grafar. Nei, ég held ekki. Ég myndi segja það. Svo verður tilkynnt, ég held að næsta sem gerist í svona máli það er öfugur samruni. Já, við höfum nú fjallað það hérna áður. Og hann verður mjög hostile. Hostile öfugur samruni.
Heyrðu, nei, sko, þú varst með fallið frá útboðinu Já. Ég sá hérna stjórnarformaðurinn í Sín var að kaupa aftur Sín samt eiginlega bara liggur við í frjálsu falli á markaðinu núna og svo var Lilja Alfreðs að prjóna yfir sig með ennirni heimskunni Já, ég er með þetta það er bara eins og hún hafi ekkert að gera upp á skrifstofu sko. En farðu í þína umfjöldun Ég er með innlendu fréttir vikunar hérna. Sko Ertu með erlendar fréttir eða? Já, svona hluta til sko Já, ég ætla að fara í K-pop út af því að þú ert náttúrulega kóngurinn í The 8-pop Í The 8-pop 8-pop 8-pop, skilur Já Þannig að þú veist, þú ert einn af þeim sem að svona fetaði veginn fyrir marga í popsenunni á Íslandi Maður gerir það á sín tíma Þannig að, þú veist, ég var að vonast til þess að þú væri með kannski einhverja greiningu á því sem ég sé K-pop Ertu tilbúið með eitthvað lag? Ég sé hérna tvær stærstu hetjurnar eru BTS og Blackpink Er þetta ekki Sæ hérna sem er með Gangnam Style? Hann er held ég ekki svona drifkrafturinn í senunni í dag Hann var kannski meira Hvað sagður að vera heitasta atriðin núna? BTS, það er neitt aðeins farið að dala Sko, svo las ég hérna og ég er búin að vera að lesa aftur yfir út af því að það eru bara enga tölurna sem standast upp Herru, ég hef heyrt þetta lag Þetta er BTS Já Þetta er einmitt, já ég sé þess að gura Já ég Ok, haldt áfram Ef þetta væri 8-pop plóterinn hana Þú veist, þú sér þetta fyrir þér Já Ég hef verið þarna Já, þú þekki senuna Það bransa liðir alveg Heima fyrir, veistu hvað þetta er kallað í Suður Kóru? Þetta er ekki kallað K-pop Örugglega ekki K-pop, nei Hvað þá? Geyo Já Ok Hvað finnst þið það fyndið? Nei, ég ætlaði bara að koma með það Fyrir þá sem fíla slang Ertu eitthvað að hlusta á Geyo? Já, ok Það er það Sko, tökum smá Og þið þekki þetta, góðu hlustendur Hvað, Ég greip fjöllurna Hendi tölunum á blað Svo var ég núna að doppeltjekka því að það er lenga tölur hjá mig sem standast Þá las ég aftur greinina Þetta er gott lag Þetta er alltaf svakalega tölur á Spotify hérna Já, sko, ok, upp á 2000 K-pop byrjar að springa út 2010 Upp á 2000? Upp á 2000 ok Þetta er 20 ára gamalt konsept Byrjar að springa út sem sagt í kóru Svona þessi tegunda poppi Og ég kann engin frekar að deila á því hvað gerir þessa tónlist öðruvísi Nei, er þetta þá bara Þetta er bara einhver kórusk tónlist Já, er þetta bara tengt við húðlit þá eða? Ég bara þekki ekki Ég bara veit það ekki Það er bara einhver einhvern annan Mér finnst það bara svipa lag og bara maður heyrir í Bandaríkjunum Já, þetta er K-pop, kallar við Sko, til að tala eins Bandaríkin Þú veist, þá veltum að gæti ég gefið út K-pop, skil Já, það lítur Fyrir ekki bara eftir hvernig þú lítur út Þú varst með 8-pop, það var stórt í þetta heima En það var aldrei það global Nei, hann hafði aldrei globalization K-pop er orðið global Og sko, greiningin gengur út af það að þau eru eiginlega búin að tröllriða heiminum Allstaðan í Bandaríkunum Já, þetta er nú samt alveg held ég orðið Nei, það er talað það að þau séu bara með 3% markaðshlutdeild Mælt eftir einhverju Music Report Agency í Bandaríkjunum Sko, 2000 byrjar að springa út, 2010 Þá eru tekjur worldwide $200 million Ok, við erum að tala hvað, 26, 7, 8 miljardar Já Svo þarf þetta að gengi á þeim tíma og þú veist, krakkar Do your own deal, sko, ekki vera að negla þess á mig Ekki vera að koma með þetta hing 2015 International Expansion og þetta kom í 3 miljardar á 5 árum Þarna kemur stóra stökkið og það heldur bara áfram 2019 þá eiginlega toppar senan þegar þetta fyrir $10 miljardar worldwide Já, þú átt við markasvirði K-pops bara Sko, heildar tekjur af seldum hlutum og ég tek fyrir síðan hérna hvaða er sem fellur undir þetta því ég hef aldrei heyrt talað einhver svona senu sem bara tekjur Þú veist, heildar virði jazz, þú veist eða country Ég hef bara aldrei heyrt þetta En 2019 þá eru þeir að toppa í $10 milljörðum í tekjum worldwide og það er með upprisu hópa eins og BTS sem er vist langstærstur Hvað er með hérna? Ég er sko 28 miljón monthly listener sko Já, hvað var Laufey með? Hún var náði held ég yfir 20 á einhvern tíma Hún er núna með 14 miljónir núna Já, nú sér það er verið að skrifa greinar innan BTS Já, þú sér það sko Og Laufey er bara ekkert langt Nei frá Já, hún er vissulega helmingi neðar sko eins og staðan er núna En samt Eða tvöfalt neðar, segi Allána, og svo er annað sem heitir Blackpink Geðu okkur smá Blackpink Sett á lag með Blackpink Blackpink? Já, það heiti það, mér er svolítið skemmtilegt nafn Hvað á hljómsveitinu heita? Svartur blik Já, þetta eru konur sko Já,
Já, það akkurat málið. Pink Venom, hérna. Kannast ekki við þetta? Nei. 2020, COVID, það smá dalur. Það talið að tekjurnar hafi farið niður í $6,8 milljörðar þarna, smá dropp. Svo 2022, þá þetta aftur á leiðinu upp og tekjur komnar aftur í $10 milljörðar og þá fer maður að spyrja sig, hvaðan kom þessar helst tekjur? Og hér talað um að tækifærin sem felast í þessu að kaupa í umboðsskrifstofunum hjá þeim. Og ég minn upp, Hype með B, H-Y-B-E, SM Entertainment og J-Y-P Entertainment. Og það má eiginlega mæla vöxtinn í senunni í gegnum umboðsskrifstofuna sem að reppa út allan heim. Svolítið svipað á þarna, hvað var aftur múið sem þú tekið hérna heima? Kaupa, flippa og selja til Sony. Þannig að hvað er þessi gaur? Já, áttu við bara svona rétt. Já. Eða svona streymisrétt. Já, gott ef að umboðsskrifstofunar ekki einhvern veginn. Það er Alda Music. Alda Music sem var keypt og svo bara selt til Sony nokkrum mánuðum seinna. Allt vitlaust. Þetta eru svona þannig stofur í Kóreu sem eru víst bara í ævintýralegum vexti. Ég held að Alda hefur nú ekki áttu rétt á streymistekjum en þeir tóku kött, skilur. Þetta var... Já, voru ekki bara að sjá basically. Já, umboðs. Ég fór einu sem ég lagi gegnum Öldu, sko. Já. Og þá var þetta basically bara við sendum... And the 8-pop king. Já. Og við sendum bara inn lagið og þeir bara græðu þetta allt. Og hérna kom okkur inn á Spotify og tilsettum tíma og bara þeir tóku kött. Já, tækifærin þarna eru í gegnum þessar stofur. Að reyna að fjárfesta þeim, mér skilst með þess að sé á markaði einhverjar. Svo annað sem mjög stórt sem að ég fann samt ekki neitt en vinsælt í Kóreu, það eru fan engagement platforms. Það sem að hljómsveitirnar sjálfar eru mjög virkar í því að í staðin fyrir að þú sért að kaupa áskrift af hlaðvarpi þá ertu bara að borga mánaðarlega fyrir aðgang að hljómsveitinni. Þannig að áhörundur eru bara í mjög virku samtali við átrúnaðargóðin sín. Þetta talið... Ég hugsaði, þú veist, án jokes, maður hefði gert svo mikið fyrir að hafa svona sífellt aðgengi einhvern veginn að átrúnaðargóðin þegar maður var yngri. Já. Þú veist, þá á ég við ekki eitthvað, svo getið tala við þau endalaust eða eitthvað þannig, já, við bara svona sjá hvað þau eru að gera á daginn, sko. Já, hérna þetta, ég fann þetta reyndar með smágoogli, Weverse og Hype, ein af umboðsskrifstofunum, setti þetta á laggirna 2019 og það talið að þetta sé ein af undirstöðunum fyrir velgengninni út af því að áhangendur fá svo góðan aðgengi að hljómsveitinni. Þau verða svo engaged út af því að þau bara elska þau. Heyrðu, það talið vera... Þetta reyndar helviti sniðugt. Já, ég meina hugsaðir hérna fyrir 5-6 árum ef ég hef bara verið að borga 4-5 skall á mánuði og fjalarinn eða nökkuplóter væri bara að svara mér. Nei, ég meina, ég get sett í sama samingi bara þegar ég var 10 ára að horfa. Ég sett alltaf 14 ára aldurstakmarka á þetta. Bara upp á að gera ekki neitt óæðilegt, sko. En þú veist, ég hugsa bara eins og Öddi og Sveppi með 70 mínútur á sínum tíma. Já. Ég hefði örugglega bara suðað í mömmu að borga 1000 kall á mánuði bara svo ég geti alltaf séð eitthvað nýtt vídeo á þeim á hverjum degi, sko. Ætli Blöpop sé ekki stærsta svona popsenan á Íslandi. Öll lög sem koma frá þeim. En ég meina þeir náttúrulega fara þessa leið með áskriftinnar á hlaðvarpinu. Og það net engagement þar í gegn. Þetta 8-pop á sér nafn, sko. Það eiginlega bara svona menntaskóla pop, sko. Já, þið búið það til. Já, það er basically, sko. Kannski það sem eru frumkvöldi þar eru 12.0 þarna sem voru með við á Vestló. Já, það er íslenska 8-pop senan. Ég myndi segja það. Og 12.0. Það er tækifæri í dag, eða ekki? Já, mínum að Ég myndi alltaf. Og svo gamla góða merch. Það er verið að selja endalaust af kottum og púðum og sængum og drasli og svo tónleikarnir og allt þetta. En svona grunnurinn í umræðinni hjá mér var ég vissi ekki að þetta væri svona stórt. K-pop var hefur heyrt þetta og svo ímyndaður ef að fólk væri aktífara að stofna svona engagement plattforma. Já, er þetta ekki bara þú veist, óþekkt á Íslandi? Ég meina, það er enginn að selja áskrift að sér, það er allir bara á bara hlaðvörpin. Núna er náttúrulega TikTok farið að bjóða upp á svona læst efni, það sem þú borgar, sko. Já, það er komið paywall þar. Já, áhugavert. Sko, ef við förum bara í the music industry sko, market size, bara Bandaríkin, ég trúi þess ekki, þetta er svo lág tala, 11,5 miljardar. Já, þetta er það ekki meira? 11,5 miljardir dollara? Býtu hvað? K-pop. The revenue in the music market is projected to reach 11,5 miljardum 2022. Sko, eins og ég segi, þá er ekkert að marka mína tölur, sko, því að þar segir að K-pop sé 10 miljardar dollara, sko. En þú ert örugglega með í Bandaríkjunum, ekki worldwide. Þetta er bara mismunandi eftir plattformum, sko. Heyrðu, eitt
Weverse sem fór í lofti hérna nóvember 2019. Þetta samt Statista sko sem nú nokkuð svona áreiðanlegt. Það með 113 miljón app downloads. Hver? Sem sagt fan engagement plattformin sem var að tala Weverse, Weverse, 113 miljón app download. Það alveg ágætlega stórt app. Ég held að Twitter sem tæplega 300 sko. Þannig að, og þetta bara til að engagea við þarna tónlist. Skemmtlegt. Og svo annað sem heitir Dear You Bubble. Hver það var fyrstur að búa til íslenskan svona kannski núna fari bara í þetta. Þú getur farið að senda Laufey skilaboð og spjalla við hana maður veltir þessu samt fyrir sig því að gapið sem að plötusala skildi eftir á markaðinum þú veist, bara risastórt. Nú eru tónlistamenn farin að hugsa annara leiða til að fjármagna sig sko því að það gengur ekkert að vera að túra endalaust sko, að fjármagna sig, þú veist, ekki að stærstu stjörnunar hafa eitthvað slæmt við að túra. Það gengur en það er slítandi. Já, en þú veist eins og plötusala var bara miklu arðbærari heldur en nokkuð tíma þessar streymistekjur eru í dag sko. Já, akkurat. Þannig að hérna hugsaður ef að Bubbi væri með svona og getur bara borgað 2.000 kall á mánuði og þú fær bara að tala við hann. Já. Það að fara í lax í sumar. Já, en þú veist og hann ræði bara einhvern botta og það bara einhverja gamla fyllibittur haldaði sig að tala við Bubba en eru bara að tala við botta. Þetta mun koma með gerfugrindinni sko. Já, ég held að, förum við þetta. En já, þú veist, fyrir mér finnst þetta alveg fair, skilur við að hérna, ef maður hugsar út í það sko, hvaða pirrandi fyrir tónlistafólk að plötusala hafi dottið niður sko. Já. En þú veist, þetta bara margir pirraðir sem ég þekki við því. Bring back plötusala. Margir ógeðslega pirraðir. Heyrðu, næsta mál. Bubbi gott dæmi Já, alveg bara ógeðslega pirraðir. Herru, takk kærlega fyrir þessa umfjöllun. Var hún í boði hún var í boði Öskju. Það nú svona smá K-pop bragur einhvern veginn yfir Öskjunni. Já. Það ekki? Þau eru líka bara svo smart, þú veist. Þetta snjöll leið til að koma sér á framfæri. Hvað var þau sitt upp engagement plattform? Já, ég held að þessu eru nú ekki, farið bara upp í Krókháls. Já, refurinn í smartmælaborinu, það ákveðin svona engagement plattform bara fyrir krakkana, sko. Þetta áskrift að gjalda á hann. Já, tala við refinn. Það væri reynda svakalegt business model að selja áskrift að refnum. Til að mynda hugrenningatengsl, næst þeir eru að keyra og sjá bása, það veit allir í Reykjavík hvar básar eru. Þá eru þið rétt hjá Öskju, þannig að þið getur bara keyrt eins og þau séu á leiðin í bása og þá eru við komin á Já, kíkið við og sjáu úrvalið. Ég meina, þú veist, sko við erum alltaf með hennar 900.000 krónar styrk sem ég þreytist ekki á að nefna. Þá ertu að fá bara bíl í kringum 5 milljónir, sko. Það er galið, nýr bíl í kringum 5 Já, rafbíl að þessu kaliberi toppdragni og já Brilliant. Þetta er bara stórkostlegt hjá Öskju, Smartin. Fáið líka að tala við sama Smart, hann veit allt Smartin. Hann er reynda farin að selja hana. Já, ég veit það, en hann er samt ennþá sami Smart, sko, fyrir mér. Herriði, þökkum Smart fyrir. Nú ætla ég að byrja því að skipta lag, fara bara aftur í hérna. Já, ég fann hvað þetta var líjandi. Gamla góða hérna bara. Líjandi helviti. Take 5. Sko, þú komst nú inn á þetta hérna rétt áður nú hófst umfjöllun. Ég var með á blaði hérna hjá mér bara hvað finnst yddanum þetta og þá er það menningar og viðskiptaráðuneyti verið að leggja til að innlendar og erlendar streymisveitur greiði svokallað menningarframlag til íslensks samfélags og þetta menningarframlag felur í sér þetta kemur svona í formi fjárframlags til kvikmyndasjóðs sem nemi að hámarki 5% af áskriftatekjum af starfsemi streymisveitunar á Íslandi á ársgrundvelli en hins vegar svo skylda til að fjárfesta með beinum hætti í framleiðslu í innlendum hljóð og í íslensku hljóð og myndefni í skilningi lagana fyrir 5% af áskriftatekjum af starfsemi streymisveitunar á Íslandi á ársgrundvelli. Ef ég er að skilja þetta rétt erum við þá að tala 10% í heildina? Ég bara veit það ekki. Mér finnst þetta svo heimst að ég bara nenni ekki að spá í þessu. Nei. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta heimst. Já. Ég skil bara ekki af hverju, ég held að Disney eða að fara að leggja eitthvað svona bull þá segja það bara, heyrðu flott, þá erum við bara ekkert að supporta Ísland og ég sem neytandi þarf þá bara að redda með VPN og borga samt fyrir þetta því að þau eru með efni sem börnum ég vilja horfa á Svona kannski annað, af hverju þetta er sama fyrirtæki og hún er að reyna að fá til landsins til að taka upp og gefa þeim 35% skattafslátt fyrir að gera eitthvað sem tengist ekki Íslandi neitt við erum að taka upp sjónvarpsþætti í Alaska sem eiga að gerast í Alaska og borga 35% í skattafslátt þar. Já, það finnst mér reyndar alveg galið sko. Já, og svo núna í næstu umferð, heyrðu, þá hérna
ætlum við að láta þau borga 5% inn í einhvern sjóð sem að hefur basically ekkert gert fyrir unga kvikmyndagerðarmenn sem eru að koma sér á stað. Ég bara, veitu, fólk sem bara kemst ekki að þarna og því að hefur ekki reynsluna sem þarf og við höfum held ég rætt þetta áður, þú veist, Rannís allavega gott með hver sem getur komið með hugmynd að götunni, fengið styrk og farið að stað. Það er svona að vera að beisla kraftin í nýsköpun. Það er allir levelaðir. En ég hef séð svörin sem koma frá kvikmyndasjóð ef að við ætlum að gera heimildamynd. Ég get ekki fengið pening út af því að ég hef ekki gert hitt eða þetta. Þannig að ég er gáttaður. En það er náttúrulega sko megin markmiðið er að svona efla íslenska tungu, þú veist, þetta eru mótvæðis aðgerðir og þú veist, mér finnst það falleg hugsjón. En ég meina Síminn og Sín eru bæði búin að setja fram tölur þar sem þau eru að búa til meira af innlendu efni heldur meira segja RÚV held ég sem á að vera potturinn og pannan í þessu. Þau eru ekki gjaldgengi í þessu eða þau eru náttúrulega að eyða miklu meira en 5% af sínum tekjum. En af hverju notar hann ekki frekar bara sama jákvæða hvata og í hinu og segir, heyrðu, þið fáu frekar bara 5% skattaafslátt ef að þið gerir eitthvað meira íslenskt og þá sér Disney kannski, heyrðu, ok, við getum gert Ég held að vera skynsamlegra vegna þess að innmitt að sko, þetta er svona út frá viðskiptasjónarmiði geta verið smá hættulegt sko. Ég veist það bara heimskulegt. Ég bara skil ekki tilgangin í þessu. Því að þá förum við frekar, það er í vesen ef við myndum bakk út, ég er sammála því. En það er náttúrulega alltaf leiðilegt að vera gaurinn og segja, hvað, viltu ekki að vera búið til meira innlend efni? Ég held bara að þessi ekki að fara Nei, ég er sammála. Að beigja sig fyrir þessu. Mér finnst, sko Þetta er 300 manna markaður, kannski 20.000 áskrifti. Mér finnst málstaðurinn verður, því að ég er alveg mjög sammála því að beri að efla íslensku kunnáttu hjá ungu fólki, sko. En á sama tíma er þetta svona leiðindar kvaðir kannski á fyrirtæki sem dregur þeirra hvata bara vera yfir höfuð sko, þannig að á endanum mun það bara kannski endaði þannig að þú fer að leita upp einhverja, hvað heitir þetta, VPN kóða eða eitthvað og bara, þú veist í rauninni, nærði í þetta bara ég meina sko, Facebook beið með það í svona ára opna threads í allri Evrópu, 800 milljóna markaði og þið nefndi ekki einhverju með persónuvernd og dóti Hvað heldur þú að Disney sé að spá í 20.000 manns hérna eða er að fara að borga eitthvað auka 5% hérna inn fyrir einhver áskriftatekjur? Fólk var að byrja að borga fyrir Netflix og Disney löngu áður en að þetta var svona meira legit hérna. Þannig að ég skildi ekki. Gott að það voru fjárfestir í Símanum eða Sín, örugglega, en ég held að þetta sé slæmt fyrir neytendur. Já, en svo segir hérna, sko, það eru náttúrulega svona ákveðnir svona verðum ástæður en umöðlega útfærsla. Greinar í þessu segir hérna enn fremur að innlent efni í skilningi frumvarpsins eru nýjar evrópskar kvikmyndir, leiknir sjónvarpsþættir eða heimildaþættir sem hafa íslenska menningarlega og samfélagslega skírskotun. Þar sem að lágmarki 75% efnis sé á íslensku og efni uppfyllir þar að auki aðra eftirfarandi kröfum 50% eða hærra hlutfall framleiðslukostnaðar sé greitt á Íslandi eða 50% eða hærra hlutfall á upptökum viðkomandi myndefnis fari fram á Íslandi. Hver ætlar að sitja yfir og mæla hvort þetta sé ekki örugglega 75% efnisins á íslensku? Og hvaða snillingur hjá ríkinu er núna að fara að fá geggja verkefni? Já, ég þarf að mæla þetta er bara vitleysa. Já, ég skil ekki segja. Ég þarf reyndar að taka fram, ég er hérna hluthafi í Disney reyndar. Já, þú ert það. Þú keyptir þarna á einhverjum botni, var það ekki? Jú. En sem neytandi þá er ég að mótmæla þessu. Mér finnst þetta ógeðslega heimst. Því að það er sama, það er einhver frádráttur fyrir að búa til íslenskt efni í bókum sem var hérna 3 ár. Hefur það verið mælt hversu miklu það skilaði? Ég veit ekki. Mér skildist nú á síðustu fréttum að þeir sem voru að selja mest af bókum, Arnaldur, Yrsa og Kó, þau fengu bara skattaafslátt í vasan. Og það var ekkert að ýta undir einhverja frekara nýsköpun hjá öðrum. Ekki hlutfallslega meiri heldur en það hefði verið fyrir. Nei, en ég reyndar henda á mig hérna. Já, henda ekki spurtur að það var síðan sem ég las þetta. Það er komin hitt í þetta. Já, mér finnst það heimst. Herðu, Síminn Pay, Yngvi. Já, það er reyndar helviti sniðugt dæmi. Já, við erum komin með aðgang formlega við pingjumenn. Já. Það hefði komin heimild á eittan. Herðu, þú þarf til að 75k. Já, það er ekki 75k í dag. Ég lendi því, ég glemdi veski og leiðin upp í Sveit síðustu helgi. Og var nýbúinn að setja þetta upp með örvari. Og ég byrjaði að borga með þessu. En ég þarf að leggja inn tilbaka. Annað væri skandall. En það er kannski að þú hýðir minn ennur að fara og sjá hvað ég var að kaupa. Já, þú segir nokkuð. Við þurfum að fara yfir það.
Ég ætla ekki að fara að gera það hérna í beinni. Ok, þú rennir kannski yfir það og þú sendir mér rukkun eða dreifur það á laununum mínu því að ég var búin að gleyma að láta þið vita að hérna, þetta heldur þægilegt. Ég setti hérna bara kortið, svo var ég ekki með neitt annað kort í símanum, glemti veskinu, ég ennþá veskiskall, ég nota veski allt. Já, það. Svo ég að borga eitthvað með guttanum og bara, ég seti þetta bara fyrirtæki. Sjáu það, þetta náttúrulega, þetta briljant laust hjá Simoni Pay. En þú getur að stytta aðeins heimildina, ekki gefa mér 75.000, ég fyrir illa með það. Nei, við lækum þetta niður í 20.000. Það bara eitt flöskuborð, það nægir. Eða hvað flöskuborðið í dag? Nei, það miklu dýrar. Heldur það 75.000? Nei, 20 sagði ég. Já. En farið inn á Simoni Pay. Þetta briljant, þið getur gefið tímabundi kort á starfsmenn. Já. Ég veit að það nokkra stofnanir núna að starta erlendis. Já. Ég myndi ekki vera að sitja meira en 15-20 skall á haust þar. Og það er hægt að tímastýra þessu líka. Já. Það er hægt að gefa út kort á 1 dag. Já, en þú getur líka tímastýrt í held í þannig að korti sé ekki notkun eftir 6 eða eitthvað. Ég held það. Já, ok, já. Örvar er allavega að vinna í því. Já, þetta er allavega allt í vinslu og þú getur farið inn á bara Simoni Pay og basically skráði á það sem við myndum segja biðlista. Hef áhuga. Já, það er ekki öllum hleypt inn í fyrsta holli. Nei. En farið þú kannið þetta. Já, geggja. Herðu, sko ég er með frétt hérna Workplace núna, það heyri sögunni til. Herðu, það er erlenda fréttin sem ég ætlaði að vera með í síðustu viku. Já, það, ég ákvað að taka hana. Ég var með hann á blaði hjá mig síðan, sko. Já. Og ég held nefnilega, sko, ég fagni þessu bara. Ég held að það sé sífellt minkandi eftirspurn eftir því að sjá myndir af markaðsdeildinni baka vöflur þegar þú ert á undirmannaðri deild með tróðfullt borðið af verkefnum, sko. Hefurðu notað þetta eitthvað? Þetta var við líði hjá Alfreð, minnum mig. Ekki bókun. Nei. Ég held þetta að vera hjá Alfreð. Já, ég hef verið að vinna á vinnustað þar sem að sko, ég þurfti alltaf að leita svo langt eftir einhvern svona gagnlegum upplýsingum sem ég var að leita af sko. Nei, þetta var á sín. Það var allt róðfullt af einhverjum myndum að markaðsdeildinni vera húnum hæja eitthvað. Þetta er bara sama plattformrisk og í mörg öðru og vinnustöðum. Þetta verða svona sömu trúðarnir sem taki yfir og hinn svona læka. Ekkert á móti markaðsdeild, þetta er sagt í kímni. Ég vil taka það fram en þú veist, það var svona mikið af drasli sem ég hafði engan áhuga að sjá þarna. En sko Meta er í rauninni núna bara að fara að einbeita sér að þróun gervigreindar og Metaverse í staðinn. Þetta er bara virðist vera kom nú ekkert fram hvort þið var að tapa á þessu eða hvernig sem það er en þau virðast vilja bara nýta mannaflan á öðrum vígstöðum og ég held að það sé nú alveg ráð að þú veist, að fara frekar í þessa þróun gervigreindar sko en það sem ég fannst áhugavert að sjá þau mæla núna með kerfusmiði Zoom sem heitir WorkVivo. Já, það er áhugavert. Ég veit ekki hvað franskap liggur þannig á baku en ég held að ég get alveg fullirt það að Meta á ekkert í Zoom sko. Nei. Þetta er svona óalgengt að sjá fyrirtæki vera að auglýsa eitthvað annað Ég líka sko, ég hugsaði bara þetta er mjög gott fyrir fjárfesta í Zoom. Já, það hækkaði nú eitthvað hlutabréfaverðið en þó ekki. Og þeir líka gáða út sko að það yrði eini svona exclusive migration partner. Þannig að það er bara svona eins og allir ekki að spá meir í þessu. Já, einmitt. Þannig að bara ef þú ætlar að færa Workplace yfir eitthvað, getur gert það við Zoom. Þá ferðu bara yfir til Zoom og það ætti að vera bara nokkuð hindranlaust. En það sem ég hugsaði líka er að ég held að verði til einhver ný skemmtileg startup. Það er einhver ungur Íslendingur sem getur orðið ríkur á þessu. Það er svo íslenskt að núna komi upp einhver sölumaður sem segir, heyrðu, Workplace er að hætta, við erum með geggjaðalaust fyrir ykkur og þetta verði bútið frá grunni. Ég held það. Það er svona mitt gisk. Já, ég mitt sko. Út af því að þetta er vandamál. Það er alltaf leiðilegt þegar mannusteild eða svona stór vinnustæður þarf að fara að færa olíuskipið eitthvað annað. Já, ég er sammála. Það er líka að tækifæri þarna ef einhver ungi kúrekar eru að núti að leita viðskiptahugmynd. Einsmannsdauði er annars brauð. Já, ég myndi alveg skoða þetta gap sem er að myndast þarna. Það væri svolítið gaman ef núna sendir tilkynningu í næstu viku að þú sé að fara í þetta og Workplace hafi verið að blóðumjólka blóðumjólka vinnustæði. Þetta er því þú minnist á hluthafa Zoom sko, það hefur búið að vera ævintýralegt að sjá fall þeirra frá hápunktunum í COVID. Við erum að tala að hlutabréfaverð hafi lækkað sko, en ég var nú reynda með rætt upp á því. Tæplega 90%. Ég er með tilbúna greiningu að þeir eru undirverðlaðir. Hún fer undir örgulega tíma sko. Er það Tilson vinnuðin eða? Já, Tilson. Ég er nefnilega með hann. Ég er ekki nóg duglegur að skoða hann sko. Ekki? Nei, nefnilega ekki sko. Ég keypti kotta á honum í síðustu viku.
Hvað meinarðu? Ég keypti Warren Buffett og Charlie Munger kotta. Já, Whitney Tilson maður. Já, hann rosalegur. Já, mér sýnist ég hafa unsubscribað hann hérna í janúar. Ertu hálfviti? Já. Hann var að tala Zoom bara Daily, maður, djöður hann upplugur. Já, hann búinn að senda daglega. Já, herðu ekki, ég sá þetta hjá þér. Já, Charlie Munger og Warren Buffett. Hann að selja þetta sjálfur bara? Nei, sko. Er hann að benda, er hann með einhvern affiliate link? Hann fór, þetta limited supply. Þetta selt á Berkshire, hvað heitir? Berkshire Hathaway. Já, annual meeting og það var núna limited supply út af því að Mungerinn fallið frá og hann keipti 2 svona kotta og svo var hann að shippa fyrir eitthvað charity. En eftir að lesa þetta á hverjum degi? Ég lesi þetta á hverjum degi. Þetta bara, ég sko með alla, ef fólk nefnir að hlusta á það, þá ég með alla tölvuposta sem komin í postið mér, kategoræsa á sem daily crap og les þá bara helgar eða eitthvað. Nema þetta, ég bara býði eftir posti daglega, elskan. Skemmtilegt. Nema þegar hann fyrir að tala að hann alltaf að hlaupa og eitthvað, ég hef ekkert gaman að því. Tilsoninn? Já, er hann hlaupa fríka? Hlaupari. En, varst þú með einhverja umfjöllun í viðbót? Ég er með fleiri fréttir sko, kannski bara renni var hann hundavaði, mér varst það bara áhugavert því að sko City Group á dótturfélag sem heitir bara City Group Global Markets. Það var sagt að núna fjármálaeftirliti í Breitlandi vegna mistaka eins starfsmanns að með skilst sko. Já, það var nú í rauninni kerfisvilla sem að leiti til þess að verðbréf fyrir 1,4 miljardar bandaríkjadala voru selt fyrir mistök. Það var þarna starfsmaður sem setti verðbréfasafn sem sko metið á 444 miljardar bandaríkjadala á sölu í stað verðbréfasafn sem metið á 58 milljónir dollara, sem sett 58 milljónir dollara. En þeir settu óvart 444 miljardar eignasafn í sölu og það fór svo að 189 miljardar dollara af eignasafnu fóru í svo kallar söluferli. Blessunlega náði bankinn að stöðva þetta á örfáum mínútum, en á þessum nokkur mínútum seldu þau frá sér eignir að virði 1,4 miljardar bandaríkjadollara eða 193 miljardar íslenskra króna. Og þú getur ímyndaðir, sko, þetta hafði náttúrulega töluverð áhrif á markaðinn, hlutabréfavísitölu víða heim lækkuðu hérna við þetta skyndilega framboð sem myndaðist þarna, en félagið var sko sektað fyrir 61,6 miljón punta sem 11 miljardar íslenskra króna, sem alveg huge sekt. En ég velti því fyrir mig hvernig svona gerist. Já, ekki með þetta fullur vinna. Já, þetta einhver fullur miðlari þarna sko. Það kemur þetta fram í greinni, þráttur að starfsmaðurinn hefði gert mistök, segir eftirlitið að eftirlitskerfi hjá City Group City Group Global Markets hafi verið gallað þar sem starfsmaður gat komið sér fram hjá öllum viðvörunargluggum með því einfallega að smetla á samþykja. Og þú veist, maður velti fyrir sér hvort þetta sé ekki svona flókið að vinna við svona, það greinilega ekki flóknar þetta er bara, þú ítir á eitthvað, svo bara accept, svo bara tekur algoritmi við, bara hendur svo út í sölu svo lengi sem þú ert búin að samþykja. En þú veist, þetta passa sig, það þarf að passa sig á gerðugreindinni. Það eru náttúrulega fleiri þekkt dæmi í þessu sko, að maður hefur nú lesið að einhver eitt starfsmaður hafi gert einhver afleiðusamninga eða eitthvað sem að fokkaðist einhvern veginn og gott ef það var ekki gerð það var gerð mynd mann í Asíu, Breti, þetta gerist held í Singapore upp úr aldamótum, hann var að vinna á City. City Bank einmitt sko, hefur lent í mörgum svona skandölum sko. Áfengisprófum miðlarana áður en fara af stað. Heyrðu, með minnir að Elijah Wood hérna sem leik Froða vinnin í Lord of the Rings, Frodo. Nei, ég held að það hafi ekki verið hann. Nei, ég held að hann hafi leikið í þessari mynd sem við erum að tala um. Ég er ekki alveg vissant. Nei, förum við þetta. Hérna, hafið, þau hafa áhugjur. Já. Varstu búin að sjá með Red Lobster? Nei. Svona stærsta seafood veitingahúsakeðja í Bandaríkjunum var að fæla í kafla 11 gjaldþrot í vikunni, Chapter 11 Bankruptcy. Okay. Þetta er alveg þokkalega stór staður, 580 staðir, 36.000 starfsmenn sem verða þó áfram starfandi því að ég held að Chapter 11 er þegar þú kemst í greiðsluskjól. Það á núna að reyna að semja við lánveitendur og byrgja skuldir, endurskipuleggja reksturinn, en áður en ég kem að djúsnum. Ég borðaði bara einu sinni þarna, þannig ég kann voða lítil deili.
originally, þetta staði frá 1968 sem sprakk almennilega út milli 1980 og 90. Já, þetta undir samt keðju sem heitir Darden Restaurants. Nei. Er þetta ekki það? Nei, jú, þetta það, en þetta var selt frá Darden Restaurants, bítur spakur. Já, það til ofta að fara hérna fram með mér, já. Bitch don't kill my vibe, ekki núna. Þú mátt það alltaf, ekki núna. Ég ætla að þegja núna. En springur almennilega út, það hefur eiginlega verið sígandi lukka í svona 30 ár, basically. Casual dining stemming, fórst í ammali, fékkst þér humar, varstu með svona plastsvundu, dæliði humar. Þau var bara orðið eftir á með nokkuð stór trend. Verð, það það eitt. Ódýrari staðir mættir í samkeppni, nefnt Shake Shack sérstaklega. Númer 2, casual dining hefur átt undir högg að sækja í samkeppni við fast food. Það hefur verið að draga úr því eins og McDonald's breytti eiginlega bara öllum stöðum hjá sér að þú ert ekki endilega komið fjölskylduna út að borða á svona veitingastæði. Þú vilt annarkvæmst bara taka þetta með þér heim eða þetta sé það ódýrt að hún nennar að róttast til að vera þarna. Trendin ekki með þeim í liði. En það eitt sem setti eiginlega alla nagla í kistuna og það var fyrir 10 árum þegar framtakssjóður kaupir Red Lobster. Nú ætla ég bara að leggja upp fyrir. Það ekki það sem við myndum kalla bara venture capital eða svona private equity, jú, við förum yfir til hvert einast skipti. Þú veist, ég alltaf að hugsa þýðingarnar á sig, en nú ætla ég að leggja þetta upp fyrir. En maður veldi samt fyrir sér humarstaður, þetta náttúrulega alls ekki ódýrasta hráefnið. Þetta seafood, en þú veist, svo þetta búið að vera með hamborgara og steikur í heilengi. Þetta byrjar sem svona á að vera rækjur og humar og þeir hafa lent í endalausu. Þau voru að kaupa hérna langustín sem íslenski humarinn og blanda við humar frá Maine þetta fyrir 40 árum, það var svona fyrst í skandallinn. Þeir voru að kaupa sashimi sem eiginlega bara svona sama og finnur í krabbakjöti yfirleitt, það ekkert úr krabba, heldur það yfirleitt úr þjöppuðum kolmuna og grókiði allavega. En venture capital, það nú talað vísisjóð í því samhengi. Já, hvað við það bara hrækama? Ég ætla að leggja þetta upp fyrir þig. Þú með veitingastæði keðju út öll Bandaríkin og Kanada. Hún búin að vera rekin í tæplega 40-50 ár. Hún á alla fasteignir og í fínu rekstri. Hallandi lukka enga síður. Þú lappar inn, hvað það fyrsta sem þú gerir? Ég veit það ekki. Þú selur burt alla fasteignirnar. Það náttúrulega. Er það ekki eiginlega bara öfugt við allt svona? Nei, þetta bara fyrsta mál á dagskrá. Þeir koma að inn 2014 og þetta gerði það í fyrsta skipti í sögunni. Þurfti rauði humarinn að fara að borga leigu. Hann réði ekkert við leiguna. Þetta er náttúrulega gjörsamlega öfugt við allar aðrar keðjur. Bara lógíkina að kaupa upp einmitt alla fasteignir. Nei, þetta bara eins og með Íslandshótel. Play hjá Kúrega, kaupir það, selur alla fasteignarnir burt, fær peningi tilbaka, svo ert þú bara að reka hótel og þín ebit og því, en ert búin að kassa, þú veist, það voru einhver að tala um þetta. Það veit ekki. Þau kaupa Red Lobster á $2,1 miljard, henda á innan við 2 árum í leaseback sölu á eignunum, sem selja allar fasteignir fyrir 1,5 B. Svo seljaði 25% hlut á 525 miljónir 2016. Þannig konum með kaupverð tilbaka á 2 árum. Hvað seldi mörg prósent sagður? 25%. Konum með kaupverð tilbaka á eiga 75% árum, eiga ennþá 75%. En enga fasteignir. Enga fasteignir, en eru með mjög trygga leigusamninga. Mjög svo trygga. Kaupandinn 2016 heitir Thai Union Group. Þetta er 3. stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í heiminum. Þeir eru meðal annars með eina fjárfestingu á Íslandi. Keyptu hérna verksmiðju fyrir niðursögðu á lifur, gengur hrikalega vel. Þetta er í smá bobba hérna undan Grindavík en það er alltaf up and coming. Það segir víst að þeir voru svona semiteknir í bólinu, ekki alveg fullu meðvitaðir þetta fasteignaplay þegar þeir eru að kaupa. Endar þó ekki verra en það að þeir kaupa allt félagið 2020. Þeir komi inn og þeir fá ömulega einhvern. Því að þeir eiga að hafa gert það sem þú átt ekki að gera. Þeir fóru að hugsa eigin hagsmuni versus hagsmuni keðunar. Þetta er svona svipar til Quiznos umfjöllunar sem ég tók. Já, þetta er svona einkennir oft veitingastæðina. Hér segir að þeir hafi á sínum árum í rekstri náða íta á 2 risastórum keppinautum við Thai Union Group sem voru semst að raspa rækjur, semst bara svona brauðraspa rækjur sem þú djúpstekir. Það gerði að verkum að semst að það hafði alltaf verið bara samkeppnum verð og gæði að taka inn.
þeim bara hent út og nú fara að kaupa rækjuna ekkert endilega betri og dýrari frá Thai Union Group. Það segir þarna. Þetta var franchise módel á þessu eða? Nei, þeir ráku alla staðina sjálfur, sko. Það voru engin sjálfstæðir þetta voru 588 staðir held ég. Það kom ár þar sem var engin starfandi framkvæmdastjóri út í að þeir voru bara ákveða sig bara í einhverjum bendingaleik bara. COVID var síðan helviti hart með tileinandi hækkun á aðföngum og samdrætti tekjum, fólk hætti að fara út að borða loka hnykkurinn síðasti naglinn sem fólk er samt að vísa í sem er svolítið skemmtilegt og því hef oft hugsað akkur er þetta ekki á Íslandi þeim dettur í hug núna eftir COVID hvað með the ultimate endless shrimps á $20 endless shrimps í þjóðfélagi sem með offitu sem vandamál hvað er talað er ekki Bandaríkin feitasta þjóð í heimi? Jú, ég held það, en ég meina obesity ekki eru rækjur fitandi þannig að þú veist, bara góðu prótíngjafi við erum að tala Bandaríkin þú getur ef einhver segir þér að eitthvað sé healthy þá er búið að djúbstekja það sko. Þetta voru $20 þeir töpuðu ekki nema $11 million á kvarter eða fyrsta eða öðrum kvarternum eftir þetta þurfti að slúta þessu því að plani var að fólk kæmi inn fengi sér rækju, svona platter og kipta einhverju með vandamáli var að fólk mætti þetta og það fór bara ekkert fyrir að búa að geta rækjur allan daginn þetta er hrikalegt í Bandaríkjunum þú getur ekkert verið með svona í Bandaríkjunum ég held ekki, það eiginlega bara át á sig gat og þeir voru sko að tapa þarna $1 á kvarter ég held að pitsur séu bara svona eiginlega eina dæmi það er bara svo háframlega á því sko, hlýtur að vera nú sé ég að þau eru komið eitthvað shrimp your way choose 3 for $20 þeir getur valið 3 smárétti fyrir $20 breyttu svo held ég á innan 2 kvarturum þeir voru að tapa $1 á kvarter á þessu og því að kaninn át svo mikið að rækju það fyndnaðir, ég var aðeins að lesa söguna þeir lentu í sama vesinni fyrir 20 árum með crabs með endless crab platter þá voru það að tapa 4 milljónum á kvarter og því að fólk kom bara inn og ætlaði bara að geta krabbakjöt eins og það gæti í sig láti þannig að fyndið, sagan endur tekur svo oft Thai Union gaf það út núna í janúar að þau væri bara done, bara hættu day to day og vildu bara henda þessu frá sér þessu staðinni lokaðir núna en sko, það er verið að reyna að finna einhverja málamiðlun það er verið að reyna að finna lausn nema ég held að sé núna búið að selja kæla og invols og 99 stöðum sem að var bara, heyrðu, þetta er bara brunaútsala til þess að eiga fyrir einhverju skuldum staðan núna er skemmtileg það er það sem er kallað the stalking horse bit það er að segja að þetta er komið í greiðsluskjól og það er komið inn tilboð frá stærstu lánveitendum sem að verður líklega tekið komi ekki hærra boð annar staðar frá og þetta á ensku er kallað the stalking horse bit og á tilvísun í það á kúrikatímanum þá faldur þið á bak við döðan hest þegar þú varst að fara í barda og þú ert svona stolka og þarna er það semast að er þetta ekki bara svona eitthvað skona lörk bara? Jó, þeir eru að lörka sko en þetta er líka, myndi maður örugglega segja bara þetta er boð sem er nógu hátt til að er þið tekið en nógu látt til að þau sætti sig við að taka staðin yfir á þessum en núna samkvæmt allan að fréttaflutning CNN eiga þau 49% Thai Union já, ok þau hafa greinilega selt frá sér á einhverjum tímapunkti á 25 eða 6% já, gæti verið núna bara í janúar eða eitthvað því að koma þau bara off frá day to day en þetta er einmitt skemmtileg pæling hafið voru af ágjur af þessu því að þeir ætluðu að byrja með all you can eat svona rækjur í borðinu hjá sér og ég sagði bara nei, bíðið aðeins en ég get votta fyrir það að þú getur fengið nóg fyrir fjölskylduna á góðum prís í hafinu hlaðborð tækifæra það sem að hvaða aumingi sem er á landinu verður meistarakokkur þetta er allt tilbúið þau eru búin að kokka þetta allt fyrir þannig í tilbúinu réttunum sem eru stórkostlegir þó ég segi sjálfur frá hend á grillið, hendin í opn þeim tókst meiri sig að gera plokkfisking góðan og þá er nú mikið sagt fór náttúrulega í plokkaran og ég hendi sérstöku sjátátti á rúbrauð hennum daginn það er mjög gott stórkostlegt rúbrauð hjá þeim það kom hafinu fyrir en sko aðeins með þessa frétt þessa yfirferð þína bara vesenið sem það er að slíta svona stóru batteri sko 580 staðir þú þarft að fara þú veist 2 löndum vinnan við að sko að selja öll sko frá þér bara alla
fasta fjármuni skilur eins og bara þess að opna á kælitæki og bla 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 sko. Að gera þetta upp sko. Og svo, en er þetta ekki þannig, þú talaður að fólk, það var ekki búið að segja fólkinu? Nei, nú er það bara, ég held að það sem þú nærið að gera í þessu er að þú nærið að frista skuldir með að vera að vinna úr þeim þannig að það er einhvern veginn haldið rekstrinum áfram en þú ert í greiðsluskjóli. Já, er þetta ekki svona greiðslustöðum bara svona einhvers konar? Það er ekki nógu vel. Nei, ekki lögfræðingur. Kæru hlustendur, ég held að við séum tæmdir í dag en svo oft áður þá ég nú vissilega með fleiri fréttir en þó reyndi ég nú að stikla á þeim stærstu hérna í dag. Ég var að fá geggjaða hugmynd. Hvað með að við neyðum alla veitingastað á Íslandi að vera með 55% landbúnað frá Íslandi og ef þú ert ekki með 55% landbúnað þá þarf að borga 5% gjald í íslenskan framleiðslusjóð fyrir landbúnað. Þetta er geðveikt hugmynd. Ég sé ekki hvernig þetta getur klikkað. Þetta er svolítið. Ég vil ekki bara fara að miðstýra öllu. Ég veist að Javier Milei er ánægður með þig núna. En nei, við sjáum til hvað setur í þessum efnum með streymisveituna en ég held að við séum sammálið það. Þetta er svona, þetta er hættulegt og þetta sé kannski ekkit háprósent af þannig. Ég held að þessi félög almennt kæri sig ekkit að vera sagt svona til syndina sko. En heyrði, þá bara lókum við sér í dag. Heyrði, ég var að fá geggjaða hugmynd. Hvað önnur góð hugmynd. Eigum við ekki að neyða allar skrifstofur á landinu til þess að verða að vera 50% af húsgögn framleitt á Íslandi. Máttu ekki kaupa neitt utanfrá. Annars þarf það að borga 5% í íslenskan framleiðslusjóð fyrir húsgögn. Já, heyrði, kannski leiðrétt mig hérna. Var þetta ekki þannig ef þau vilja ekki gera þetta með þessum 5%? Þá þurfa það að borga 5% í kvikmyndasjóð. Ég veit ekki, þetta er bara svo heimst. Hættum að miðstýra, áfram frjálslyndi, skýr skilaboðin skottist aftur til Norður Kóru, ný frjálshyggju pjæsanum ytta. Ég er frjálslyndur, ég er ekki frjálshyggjumæður, ég er frjálslyndismæður. Herri, þá þökkum við fyrir í dag. Herri, var að fá geggjaða hugmynd. Nei, þegju, hérna, í næstu vikun, við heyrjumst næsta föstudag. Neyðum öll podcast á Íslandi til að tala íslensku. Annars þurfa það að borga 5% Við verðum með ykkur aftur næsta föstudag í heimskustu hugmyndasjóð stjórnmálum. Já, þá verðum við með skal ég ykkur segja vinnustæði mánaðarins með Karlsberg. Þið getið farið inn á Deep2Pingja núna og skráð ykkar fyrirtæki til að eiga möguleika á því að fá bjóruveislu á ykkar vinnustæð. Já, ég var að fá geggjaða hugmynd. Herðu, að því sögðu, þá þökkum við fyrir í dag. Það verður að vera íslensku bjór